Það eitthvað svo hrifandi fyrir mig að lesa í heilagri ritningu máttarverk Guðs. Það beinir huga mínum að almættinu og hversu gífurlegur kraftur í Guði almáttugum. Og þá skiptir engu máli hvort átt við Föðurinn, Soninn eða heilagan anda. Að hugleiða orð Guðs út frá máttarverkum hans gerir manni mjög svo gott. Því þá engin vandi að trúa því sem Jesús sagði, ég kem aftur og þá tek ég eitthvað til mín. Og ef við erum dáin, hann reisur okkur upp. Ekkert vandamál, því að Guð almáttugur. En ég ætla að leggja áherslu í dag á efni sem ég kalla undursamlegur skapari. Og allar 4 persónur Guðdómsins áttu þátt í og tóku þátt í sköpun jarðar og mannkynsins og reyndar sköpun annarra veralda líka. En ég ætla að deila með okkur meira í dag svona í myndasýning út frá því sem við lesum í ritningunni. Og við skulum byrja hér á því að lesa í Jesaja kafla 44. Svo segir Drottinn frelsari þinn. Sjáðu, hann kallaður Drottinn og frelsari. Sá þig hefur myndað frá móðurkviði, svo hérna skaparinn. Ég Drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin, aleinn og útbreiddi jörðina. Hugsið ykkur máttinn í einni veru. Og hann heldur áfram og segir að hann sé sá sem ónýtir tákn legarana. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því hvað þetta vísa til. Hann ónýtir tákn legarana og gjörur spásagnamennina að fíflum, sem gjörur viðtríkana, svo kölluðu og meðal manna, að afturreka. Og þekking þeirra að heimsku, það að segja, það eru ýmsir sem kenna svo kallað þróunarkenningu, sem vil gera út af við orð Guðs og gera lítið úr almáttugu Guði sem skapar og heldur áfram að skapa, því það í eðli hans að skapa og gera nýjar veraldir og mannkyn, ef ég má nota það orð. Og tóku eftir því að hann ætlar að ónýta tákn legarana. Því að nú það útbreidd skoðun, það ekkert að marka Biblíuna og alls ekki sköpunarsögu Biblíunar. Þeir sem þetta boða eru kallaði hér í orði Guðs og víða annars staðar í orðinu legara. Og Guð mun gera þeirra boðskap og svo kölluð tákn eða vísbendingar eða sannanir þróunarkenningu að engu. Og svo bætir hann inn í spásagnamenn, það fullt af spámönnum í heiminum í dag og hefur verið alla tíð, sem kenna fólki eitt og annað sem ekki satt. Og líka þeir verða gerðir afturreka og jafnvel að fíflum. Hugsið ykkur orðatiltektina eða orðaval Guðs í þessu efni. Svo Sálmurinn 134. Ég hef getað tekið urmul af textum til að stöðla þessu efni í dag, en kýs bara nokkra. Og hér einn mjög merkilegur. Þar segir helgi göngu ljóð, og þegar gengi í hús Drottins, á helgum degi hans, þá ber okkur að hafa þetta í huga sem við lesum. Já, lofið Drottinn allir þjónar Drottins, þér standið í húsi Drottins. Hér átt við kennimenn og presta, boðendur orðsins. Fórnið, já, þér sem standið í húsi Drottins nætur, fórnið höndum til helgidómsins og lofið Drottinn. Drottinn blessi þig frá Síón. Hver? Hann sem skapari himins og jarðar. Allt í gegnum Biblíuna verið að leggja áherslu á Guð sem skapara. Biblía byrjar með þeim orðum að hann skapaði. Hún endar með þeim orðum að hann ætlar að skapa aftur nýja jörð. Þau séu ykkur.
hverju kristið fólk svona gjörsamlega blint fyrir því að tilbiðja almáttugan skapara og gera lítið úr boðskap hans og segja við urðum bara til og allt þetta lífi kringum okkur fyrir þróun en ekki sköpun. Biblían byrjar með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Sjáðu. Biblían byrjar með þessum orðum og enda líka, svo að segja, á þessum orðum. Því að hann ætlar að skapa nýja jörð. Og svo segir að trúarjátning flestara Íslendinga, hún byrjar svona. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Sjáu þið játningarnar, þeirra sem játa kristna trú. Hvers vegna í ósköpunum það þá svo erfitt fyrir slíka sem að viðurkenna Guð sem skapara að hafna þróunarkenningunni? Þróunarkenningin legasaga frá upphafi til enda. Sama hversu gáfaði vísindamenn þeir eru sem stuðla að því að útbreiða þann boðskap. Guði sé lof fyrir aðra vísindamenn og þeir eru orðnir nokkuð margir sem eru farnir að efast að hann sé hægt að halda sig við þróunarkenninguna því að það er svo margt í náttúrunni í lífinu kringum okkur sem bendir til þess það hlýtur að hafa verið hönnuður að bak við þetta allt saman og við ætlum að skoða það örlítið betur í dag. Krían fugl sem að við þekkjum öll svo vel. Duglegur fugl, kröftugur fugl, hraðfleygur, sterkur og mjög athafnasamur fugl. Og ég man eftir því þegar ég var strákur í flóunum að vestur á Snæfellsnesi í sveit og þurfti að fara út í flóa þar sem aðal kríuvarpið var á þeim slóðum undir jökli. Hvað þær voru öflugar og duglegar og ógnuðu manni og gogguðu í hausinn á manni og ég dáðist að þessu fuglum og geri enn í dag. Einhver skapaði þessa tegund fugla og reyndar allra fugla. Það segir að kríurnar fljúi lengst allra fugla og gerir það 2 á hverju ári frá til dæmis Grænlandi og Íslandi alla leið suður til suðurskautsins eða 35.000 kilometra aðra leiðina bara og svo aftur tilbaka til varpstöðvana. Hún flýgur þessa hringleið 2 sinnum hvert ár í alls 34 ár. Það ævilengd kríunnar. 34 ár og það það bil langt og að fara til tunglsins ekki bara einu sinni, heldur 2 og hálfsinnum fram og tilbaka. Hugsið ykkur, þetta það sem að þessi litli fugl, lifandi, kröftugur, öflugur fugl gerir og Guð skapaði þennan fugl eins og alla aðra fugla. Og það alveg dásamlegt að sjá hvernig krían ver varpið sitt og ungana sína og ötul við að afla fæðu til að mata ungana. Og þetta undursamlegt fyrirbæri í sköpunarverki Guðs. Svo það laxinn. Þetta íslensku lax, það að segja mynd af íslensku laxi. En ég ætla að segja ykkur frá Kyrrahafslaxinum. Því að þar það að finna, eða upplýsingar, að hann framkvæmi sitt klak í ám Alaska og Kanada og yfirgefur þau strax en deyja að því loknu. Það að segja að laxinn deyr, þessi tegunda laxi deyr þegar hann hefur lokið þessu goti. Afkvæmin þurfa að minnsta kosti 1-2 ár til að þroskast nógu mikið til að yfirgefa fæðingarstað sinn. En þá fara þeir út í hið gífurlega stóra Indlandshaf og vaksa þar í nokkur ár að því loknu halda þeir aftur heim til fyrstu heimkynna sinna í ánum þar sem þeim var klakið áður fyrr. En hvernig ósköpunum geta þeir ratað aftur til klakstöðva sinna?
Foreldrarnir löngu dánir til að vísa þeim leiðina. Og þetta eitt af þessum undrum sem vísindamenn hafa ekki enn getað útskýrt, nema að þeir viðurkenna það eitthvað í heila búi þessara laxa sem að hjálpa þeim að rata. Getum við kallað það ratartæki eða staðsetningartæki og svo framvegis. Og það svo margt undursamlegt í náttúrunni. Ég hvet ykkur til þess að skoða máttaverk Guðs í Biblíunni og bera þau saman við sönn vísindi lífið í kringum okkur og þið eftir að fyllast aðdáun á skaparanum. Fiðrildi, keisarafiðrildið mjög merkilegt fyrirbæri og þau eru til í flestu löndum fiðrildi, en keisarafiðrildið bundið við ákveðna staði, til dæmis í Norður-Ameríku, Kanada og þær í kring og þau fljúga, þau sem það fiðrildin skilja eftir afkvæmi sín, eða það sem verður að liðrufu og síðan að fiðrildi, en foreldrarnir yfirgefa staðinn, kom aldrei aftur, ekki þessir, ekki foreldrarnir. Þau fari í nokkra kynslóðir suður á bóginn þangað til að þau ná til Mexíkó, djúpt niður í suður Mexíkó. Og svo byrja hringrásin fram og aftur. En vísindamenn hafa verið að velta yfir sér hvernig í ósköpunum fara afkvæmin að rata alla þessa leið suður á bóginn, svo viðkvæm sem þau eru. Fiðrildin lifa ekki lengur en í 1-2 ár og það eru afkvæmin. Hvernig fara þau að þessu að rata þegar þau vaxa? Keisarafiðrildi lifir aðeins í 2 ár að mestalagi, en á þeim tíma flýgur það fyrst frá klagstöðvis í Norðurríkjum Ameríku til miðhluta Mexíkó, 3200 kilometra leið. Og svo tilbaka sömu leið næsta ár til að klekja næstu kynslóð og deyr síðan. En hvernig rata afkvæmin rétta leið til og frá Mexíkó? Og það mikil dauði fiðrilda á leiðinni. Og þetta mjög merkilegt fyrirbæri. Undursamlegt fiðrildi og í allskyns litum, og það eins og Guð hafi svo mikla ánægju af litum í náttúrunni. Ef við snú okkur að býfluga eða bara hunangsfluga eða hvað eina, þannig að þetta eru marga tegundir, ótal marga tegundir. En það merkilegt með býflugurnar að þær eru svo loðnar líkamann og fremur stirðar á flugi að þær að mati verkfræðinga sem hanna og smíða flugvélar, þá telja þeir að býflugurnar ættu ekki að geta flogið. Þær eru svo þungar og þunglamalegar. En þetta vita þær ekki, svo þær fljúum allstaðar áhyggjulausar. Einhver kemur þessi til leiðar í flugunni, býflugunni, hunangsflugunni, af hvaða tagi sem og þær safna hunangi úr blómum og þær þurfa hver sig að fara í 4200 ferðir eftir hunangi frá blómunum til þess að fylla eina matskeið af hunangi sem nægir á eina brauðsneið sem þú ristir í tækið þínum í eldhúsinu. Og þær eru svo önnurkafnar alla tíð, þær eru svo lengi sem það lifa og endast á fullu, alltaf að vinna. Minna á maurana sem líka eru merkilegt fyrirbæri. Alltaf vinnandi. Hunangsflugan, býflugan, þetta hvað öðru merkilegra fyrirbæri í náttúrunni. Vil ég fá að heyra meira? Það er eitthvað að gerast með þetta. Svo við skulum snúa okkur að dúfunni. Það eru marga tegundir af dúfum.
En sumar tegundir hafa verið þjálfaðir upp í að bera bréf, vera póstberar. Sérstaklega í hernaði áður fyrr. Þá flugu þær fram og aftur milli vígstöðva til ráðamanna við komandi landa eða ríkisstjórna með póstinn sem var bundinn við fæturnar. Við skulum bara lesa þetta. Þær virðast hafa innbyggðan áttavita sem kom sér vel fyrr á tímum þegar að koma þurfti mikilvægu skilaboðum fram og tilbaka milli vígstöðva og ríkisstjórna. Þær báru bréfin sem fest voru á fætur þeirra örugglega milli landa. Og ég var til með að segja eitthvað frá einni grein sem ég fann einhvers staðar fyrir löngu síðan. Þar sem sagt var frá því að á tímum Frakka þegar þeir höfðu afskipti af Víetnam í Austur-Asíu, þá þurfti, og þetta var löngu fyrir tíma símana og tölvutækninar, að þá töndu þeir og kendu ákveðið tegundadúfum að bera póstinn þessa löngu leið frá Frakklandi til Víetnam, höfuðborgarinnar Saigon. Svo þeim datt í höfðinu sinni eftir á hvernig væri að pröfa þetta vísindalega. En tóku eina dúfu í Víetnam og héldu henni borð í skipi í lokuðu búri, fékk aldrei að sjá til heimis eða dagsbirtuna eða neitt, alla leiðina sem það tók margar vikur að sigla til Evrópu, til Frakklands. Þar slepptu þeir dúfunni eftir að hafa merkt hana vel og nokkru viku síðan þá kom hún heim í heimastöðvarnar í Saigon. Hvað í hausnum á svona fyrirbærum, dúfum eða öðrum fuglum sem Guð hefur látið eða gefið þeim til að rata á þennan hátt? Þetta undursamlegt. Og svo er það kólibrífuglinn, undursamlegu fugl. Hann á ekkert í vandræði með að þó lítill sé með þeim minnstu sem gerast í náttúrunni, að fljúga frá einu stað til annars og afla sér fæðu og svo framvegis. En kólibrífuglinn er til í mörgum gerðum, en á meðal þeirra eru minnstu fuglar í heiminum. Vængjatök þeirra eru ákaflega hröð, allt frá 70 slögum á sekundu og upp í 200 vængjaslög á einni sekundu. Og hann getur eins og staði kyrr í lausu lofti á meðan hann sykur matinn sinn úr blóminu. Þau veist ykkur? Við tölum þyrlur eða helikóptera sem að geta haldið sér í loftinu af vélarafli á þess að hrapa niður. Kólibrífuglinn, svo lítill sem hann hann getur þetta mikið betur. Og fyrir framan blóm, ég hef hort á þetta tímunum saman í Bandaríkjunum, hvernig þeir fljúga fram og aftur, sérstaklega á heim á bænum hjá Birki Traustasyni. Hann með nokkuð bú fyrir kólibrífugla og gefur þeim sér til þess að sé matur í ákveðnum staurum á lóðinni hjá honum. Og ég hef hort á þá löngum svona stundum, hvernig þeir eru alveg kyrri í loftinu nema þeir bæra vængi sína svo ört, þú getur ekki séð það. Og fuglinn eru svo bara í lausu lofti á meðan að sígur matinn sinn úr blómunum. Og verkfræðingarnir hafa stúderað þetta, skoðað hæfni þessara tegund fugla eins og við áður lásum fiðrildið og þetta alveg undursamlegt hvernig Guð hefur gert þessum verum eða lífverum sem að skapaði með hæfileika til að gera ýmsa hluti sem okkur er ómögulegt að framkvæma nema í einstaka tilfelli að geta búið til helikóptera, þyrlur og svo framvegis til þess að
að halda okkur í loftinu, eða rata í gegnum myrkur og óveður og hvað eina, að geta ratað með tölvutækni, með ratartækni, með tæki til að rata og ráða ferðinni fyrir okkur, annars myndum við villast og jafnvel hrapa. Við snú okkur að svolítið stærri lífverum, hvölunum. Hvílík stærðarinnar skepnur þetta eru, og skíðishvalirnir eru stærstir allra hvala, og þeir geta orðið alltaf því 200 tonn að þyngd. Það þyngsta sem hefur mælst var 199 tonn að þyngd, og margar tegundir hvala ná 40 til 60 ára aldri, og stærstu hvalirnir éta hvert dag nokkuð tonn af fiski eða öðrum sjávardýrum. Sumir hvalir hafa tvíhólfa heila. Þetta vissi ég ekki fyrir bara nýlega ég las þetta, sem gerir þeim kleift að loka öðru auganu á meðan sofið þeir, með annað hólfið sofandi í heilanum, en hitt heila hólfið vakandi ásamt hinu auganu þegar þessi þörf. Og hvalir virðist halla sér á hlið upp undir yfirborði sjávar til þess að taka blund á þennan hátt, og svo snýr sig svo yfir á hina hliðina. Þannig að hann alltaf vakandi, sér til varnar gegn hættum hafsins sem gætu ógnað honum annars. Er þetta ekki merkilegt? Skaparinn kom þessu öllu til vegar í þessu. Svo það búrhvalurinn sem er sagður syngja. Það að segja, hann gefur frá sér hljóð sem við oft nemum ekki eins og þeir nema þau. Og það hefur verið fundið út af vísindamönnum að samskonar hvalir í mörg 100 mílna fjarlægð heyra þennan söng búrhvalana og vita hvað þýða. Að það kannski verið að kalla á það að koma, því hér nóg æti eða einhverja aðra ástæður, svo að þeir hefðu þarna síma samband á þennan hátt með söng sínum. Og þetta svo merkilegt, ég læt hrífast. Ég var að skoða leðurblökkuna, og það sagt að leðurblökka sjá ekki neitt, en það vist ekki alveg rétt. Þeir sjá ágætlega, eða þær ætti ég nú að segja, en þetta merkileg fyrirbæri. Þau hanga í trjám sumstaðar til að sofa og vefja sig inn í vængi sína og hanga á fótunum öfugir upp í trjám. En oft þeir í mörg hundruða tali inn í hellum, og svo þegar menn kom inn í viðkomandi hella þá fælast þeir að fljúga út og fljúga, og það virðist þess að allt sé ringulreið, en þeir rekast aldrei á hver aðra. Þó að séu mörg hundruð leðurblökkur að ryðjast út úr hellinum úti í frelsið, þeir rekast ekki á hvern annan og heldur ekki á neitt í myrkrinu, því að þeir eru með að segja vísindamenn eitthvað í heilanum sem að sendir hljóðmerki sem endurkastast til þeirra frá viðkomandi hlutum og segir þeim nákvæmlega hvar þeir eru stödd, eða þær eru staddar, leðurblökkurnar. Og þetta enn eitt undrið í sköpunarverki Guðs. Örninn flýgur hæst allra fugla og hann getur séð bráð sína skriða niður á jörðu í mörg 100 feta eða metra fjarlægð, og á ekki neinum vandkvæði með að vera sér úti máltíð. Öflugur fugl. En svo það fugl sem ég hef aldrei séð með berum augum, bara lesið hann. Og það mikið albatrossin í kringum suðurskaut jarðar. Þetta eru stærstu fuglar,
hvað það snertir að vænghaf þeirra getur orðið alltaf 3,5 metri á lengd, meiri þetta. Og þeir geta verið á flugi vikum saman á þess að setjast. Og það vegna þess að það svo mikið uppstreymi og vindar þarna í kringum Suðurskauti og þeir bara láta sig svífa vikum saman. Og einu ári þá fara þeir kannski í allt í kringum Suðurskautlandið og þetta eru mjög merkilegi fuglar og fallegir. Þau velja sér maka fyrir lífstíð og þeir eru þarna í eyjum mikið, gera sér heimkynni í litlum eyjum allt í kringum Suðurskautslandið. En það ógn sem steðjar að þeim núna að með skipum sem hafa komið til Suðurskautshafsins að þá hafa komið rottur með skipunum og þau hafa farið í land með bátkænunum yfir á Suðurskautsísinn þegar að menn fara úr skipunum í land og rotturna fara með og þær fara í hreiðrin. Þetta nú aðalega í eyjum umhverfis Suðurskautið og þær éta upp eggin og ungana og ógna tilvist þessara stórglæsilegu, fallegu fugla og rotturnar ógna tilvist þeirra núna. Það verður að reyna að bjarga þessari tegund, fuglategund. Komum nær okkur sjálfum, manns augað, þetta ekki fallegt? Og undursamlegt fyrirbæri augað. Og nú eru sumir vísindamenn, þið sjáu hvað ég varkar í orðum mínum, sumir vísindamenn sem hafa hallast að þróunarkenningunni, þeir eru í mestu vandræðum með manns augað eða augu yfirleitt. Því að auga þarf að hafa ýmislegt til staðar til þess að geta virkað. Og auga, það getur bæði séð hluti og lögun og liti og fjarlægð. Allt í einu fyrirbæri, líffæri sem heitir augað. En það þarf meira til. Það verður að hafa einhverja heilastöð sem tengd við augað með því sem heitir sjóntaug. Og þetta þrennt, heili, sjóntaug og augað þarf að vera til staðar til þess að sjónin virki. Annars getur þetta ekki þetta fyrirbæri sem heitir sjón orðið til. Og Guð skaparinn að þessu fyrirbæri og hefur gefið okkur mögulegt að sjá og dásta handaverkum skaparans. Margir vísindamenn eða þróunarsinna eiga í mestu vandræði með að útskýra tilkomu manns augans. Aðrir vísindamenn eru sannfærðir að tilkoma augans og tilheyrandi sjóntaugar og heilastöðvar sýni fram á þá staðreynd að vitiborin hönnuður hafi verið að baki tilkomu þessara sjónfæra. Þau einfaldlega gætu ekki hafa þróast á löngum tíma, heldur að þau hafi öll orðið til á augabræði til þess að virka. Guð hannaði og hann skapaði. Þetta hjálpar okkur að skilja að sköpunarsaga Biblíunnar sönn. Í 2. Mósebók og 31. kafla þessa yfirlýsingu Guðs að finna. Fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævilegan sáttmála. Ævilega sem þýðir alltaf skal hann vera tákn milli mín og Ísraelsmanna því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð en 7. daginn hvíldist hann og endurnærist. Hvíldardagurinn, 7. dagur vikuna, laugardagurinn í vikunni hverri tákn Guðs gefið okkur
til þess að halda upp á sköpun lífs hér á jörðinni og njóta samfélags hvert með öðru og með Guði skapara okkar. Hvíldardagurinn tákn uppruna okkar. Margir, þannig kemur það. Við förum í aðra Mósebók, textin sem við þekkjum svo vel hér í Boðunarkirkjunni. Þar segir í 20. kafla: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Og við erum minnt á að muna eftir þessu, ekki gleyma þessu. Þetta eina boðorðið af 10 sem minnir okkur á með þessu orði, ekki gleyma, mundu. En þetta það sem flesti kristnir eru búin að gleyma eða gera að engu. Og þá skalt þú sem sagt, segir Drottinn, erfið á vinna allt þitt verk í hverju viku, en 7. dagurinn hvíldardagur helgaði Drottni Guði þínum. Þetta tileinkað honum. Við höfum að hafa þetta í heiðri og muna eftir þessu, ekki gleyma. Og það allt vegna þess að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Þetta til of mikils ætlast af Guði af okkur að virða hann fyrir það hvað hann Hann skaparinn okkar. En við byrjuðum að lesa texta í dag sem sameinaði þetta hugtak að hann væri skapari við það að hann sé líka frelsari. Svo við erum að tala Jesú Krist. Hann skapaði. Og hann ætlar að skapa aftur. En hann vil endilega fá að frelsa okkur. En þá þurfum við að hafa í heiðri það sem honum kært til þess að hann geti trúað okkur fyrir eilífðinni. Að við munum lifa í frið og sátt og samlyndi í nýjum heimi sem hann ætlar að skapa og gefa okkur. Að loka þetta, vinir, í Jóhannesar Guðspjalli í 1. kafla, það segir í upphafi var orðið. Orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Við gætum í stað fyrir orðið sagt í upphafi var Jesús og Jesús var hjá Guði og Jesús var Guð. Því þetta nafnið, orðið með stóru staf, þetta nafnið á Jesú Kristi. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutur urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Elsku vinir, við skulum taka mark á því sem skaparinn okkar segir, því sem frelsarinn okkar segir og býður okkur að gera og alls ekki að gleyma því. Hvíldardagurinn á að minna okkur á allt sköpunarverk Guðs og hvernig við komum til sögunar sem mannkyn. Við skulum biðja. Algóði Guð, þegar við lesum orðið, Biblíuna, þá sjáum við sögu okkar, byrjun upp á okkar og lífs hér á jörðinni. Þú skapaðir þetta allt, fullkomið, í fullkominni gerð og hegðun, allt líf, þar sem allt var með friði og ró. En nú allt komið í óefni í okkar syndu og heimi og við vitum að þú ætlar að hreinsa til áður langt og líður. Og við biðjum þig, Drottinn, að hjálpa okkur að vera þér trúföst og að segja öðrum frá máttarverkum þínum, því þau eru undursamleg. Takk fyrir að vera okkar Guð. Við biðjum í Jesú nafni. Amen.